Mikið af þeim lögum og reglum sem við tökum yfir koma frá Evrópusambandinu gegnum Evrópska efnahagssvæðið sem við erum þátttakendur í og þar á með innstæðutryggingin. Mér finnst Evrópusambandið vera sífellt að búa til, eða reyna að búa til öryggi fyrir alla, allt og alla, sem þó stenst ekki. Ég fullyrði að innstæðutryggingarnar standast ekki einu sinni í stærstu löndunum. Ef það yrði almennt og mikið fall á lánastofnunum og þess vegna þetta gervitrygging, gerviöryggi sem er að búa til og ég á móti því. Ég myndi miklu frekar vilja að þeir sem leggja peninga inn í banka, innistæður, að þeir séu meðvitaðir það að bankinn standi vel og þeir viti það og fylgist með því að bankinn standi vel og beri traust til hans. Og ef þeim sýnist bankinn ekki standa sig vel, að þá taki sína innistæður og flytji annað, í annan banka sem þeir telja það standa betur. Þannig að ég er ekkert yfir mig hrifinn af svona reglum sem að Evrópusambandið er að búa til þess að þykjast búa til öryggi. En traust manna á bankastofnunum eru gífurlega mikilvægt. Og traustið er kannski aðaleign flestra fyrirtækjarindar en alveg sérstaklega lánastofnana. Þær þurfa að byggja upp traust og þær lifa á traustinu. Og þess vegna finnst mér að þær eiga að upplýsa mikið betur og raunsæjar sína stöðu og alveg sérstaklega ef hún fer versnandi. Þá þurfum við að grípa strax til ráðstafana og þeir þurfa að upplýsa innstæðueigendur það að nú sé ákveðin hætta á ferðum.